Jæja. Svo lofa ykkur að það er svakalega góður kjöt. Pröfum við það. Baka, taka 3 eða 4. Nú er chilíin alveg tilbúin, alveg búið að infjúsa þessu í og chilíin er bara tilbúin fyrir réttin í kvöld. Svona japanska gyosur, svona dumplings. Ég ætlaði að búið til deigið, ég keypti deigið. Maður má það, ekki dæma mig. Jú, dæmið mig bara, gefið mér 5 stjörnur. Bara einhvers staðar á Facebook-prófælum, getið gefið mér 5 stjörnur, dæmið mig þar, 5 stjörnur. Og svo náttúrulega lækið deilið og sérið og allt það. Eigum við ekki bara að telja í þetta? Nokkrir sveppir, ekki svona margir chilíar. Tveir svona chilíar. Feit svín. Svona vorlaukur, hvítlaukur, sesamolía, Sichuan-pipar, kínverskt 5 spice, sojasósa og svo blöðin. Sýnum fyrir þetta. Það er alveg næfa þunn. Ætla ég að byrja á kjötinu og skera það í svona bara minni sneiðar. Bara eitthvað svona. Munið svo bara með kjötið, það er miklu betra að kaupa bara sjaldnar. Og betra quality. Þú verður bara betri kokkur á þig, bara automatist. Fáum hérna vélina góðu hérna inn. Hvað er þetta? Já, bara ég er búinn að nota þessa vél í bili. En mér finnst hrikalega gaman að búa til svona dumplinga. Það er eitthvað svo ég veit ekki, það er eitthvað skemmtilegt að borða það, það er eitthvað stemning yfir svona dumplingum. Við verðum að skera sveppina svolítið smátt. Nóg sveppum á móti kjötinu, sko. Það dýpkar aðeins bragðið. Chili. Ég ætla að setja annan með fræjunum. Hinn ekki með fræjunum, af því að fræin held ég séu alveg svakalega í þessu. En nei. Þau bara 1 chili í þetta. Ég þori ekki 2. Og það bara þessir. Nú ætla ég að setja smá sesamolíu hérna úti. Sojasósu. Svo er það hérna kínverska 5-kryddið. Hérna Sichuan-piparinn. Það þarf að berja hann aðeins. Það er svo gaman, það er svo skemmtilegt að hérna Sichuan-piparinn. Hann svona nömmar upp munninn á manni. Svo er það 1 yfirbót til að ná í það. Það er svo mikið sem hunang. Setja svona tvær svona teskeiðar. Efast að þetta sé eitthvað í stíl við Asíu. En maður er alltaf tilbúin í að leika sér eitthvað. Þú veist, pröfa, setja saman og klúðra aðeins og eitthvað. Það er svo gaman. Síðan er mjög auðvelt ef þið eru vegan eða vegetarian eða grænmetisætur eða það sama. Þá bara endilega sleppið kjötinu. Þetta er aðeins meiri. Þá er þetta tilbúið. Ég ætla að leyfa þessu að standa í smástund. Bara hérna upp í horni. Það er alveg bara svona til þess að, já, ég er að gleyma einu. Það er smá vinegar. Smá splass.
Herðu, svona. Nú gefum við þetta. Herðu, ég var að kynna ykkur fyrir einu. Það er náttúruvín. Fekk þessa flösku gefins frá fyrirtæki á Íslandi sem að flytja inn náttúruvín og þeir gáfu mér The Artist Formerly Known as Peach sem gæti alveg verið ég. Ég var einhvern tímann ferskja. En allavega þá er þetta bara svona nýja kúli í dag og þeir sögðu mér að nákvæmlega þetta vín væri mjög gott með sterkum mat. Ekki að þetta sé eitthvað ógeðslega sterkur matur, en chilisósan, þessi og þessi eiga víst að vera rosa góðu vinir. Þessi og þessi. Heitur matur og þetta á að vera rosa gott, sko. Þannig að The Artist Formerly Known as Peach. En já, mér finnst punkið í þessu svolítið skemmtilegt. Þetta lítur út eins og rósavín en er ekkert endilega þannig. Það er meira punk í þessu. Og við ætlum bara að fara að búa til dömblinga. Ég er ekki alveg búinn að mastera þetta, en allavega hér erum við vatn. Og hérna erum við með svona, hérna er smá hóla. Setjum vatnið á helminginn, það er eitthvað hérna upp á þetta náið svona tengingu. Svo tökum við hérna smá fyllingu og lokum hérna toppnum. Alveg. Svo hvernig hann gerir þetta svona. Ég ætla vonið að sjá þetta. Svona. Svo lókið alltaf. Og svona. Og svona. Og svo svona. Þetta verður ekki fallegt, ég er ennþá að æfa mig, sko. En þið afsakið það vonandi. Svo bara sama hinum megin. Það er svona upprúla. Svona önnur upprúlun. Og önnur upprúlun. Ég er að einbeita mér svo mikið, ég get ekki séð hvað er að gerast á kamerunni. Svo erum við bara að sjá til þess að þetta sé vel lokað. Svona hvernig, þetta er nokkuð sáttur með svona. Svona. Sem einn yfirbútt. Heyrðu, svona. Svo bara til að steikja þá nota bara einhverja svona steikingarolíu, ekki ólífuolíu. Ja, lækkum aðeins á hitanum. Svo látum við gíósurnar steikja það þarna. Helst vatn út á, pottur ofan á. Svo er þetta bara látið stíma þarna í svona 2-3 mínútur. Góðum í dag. Helst vatn út á, pottur ofan á. Svo er þetta bara látið stíma þarna í svona 2-3 mínútur. Að reiða þessu fram með mísósúpu sem var í seinustu seríu af Soð. Ég held að þetta sé bara tilbúið. Það við þið. Ég hef verið að reiða þessu fram með 3 stykki mísósúpu sem var í seinustu seríu af Soð. Ég held að þetta sé bara tilbúið. Það við þið. Shit, þetta er gott. Nú vorum við að pröfa með 3 stykki gjósur. Vínunu. Shit, þetta er gott. Nú vorum við að pröfa með vínunu. Hvort þetta passi vel saman. Þeir höfðu ekkert rangt fyrir sér, sko.
Þeir höfðu ekkert rangt fyrir sér, sko. Ég geti étið svona bara öll kvöld. Ég geti étið svona bara öll kvöld. Þessi chiliolía eru orðin að einhverju mega sprengju, sko. Þessi chiliolía fucking hell, maður. Orðin að einhverju mega sprengju. Hafið engar áhyggjur, ég ætla ekki að klára þetta. Gefa Renné með mér náttúru mín. Það er skemmtilegt. Svona gerum maður gíósur og inn í þessar gíósur getur þú gert hvað sem er. Hafið engar áhyggjur, ég ætla ekki að klára þetta. Gefa Renné með mér náttúru mín. Þannig að löðra í hérna. Svona gerum maður gíósur og inn í þessar gíósur getur þú gert hvað sem er. Ef þið fílar svona eitthvað japanskt, endilega pröfið þetta. Þetta er minna mál en ég held. Og svo náttúrulega má læka svoð og læka og deila og séra og allt þetta. Endilega pröfið þetta. Þetta er minna mál en ég held. Og svo náttúrulega má læka svoð og læka og deila og séra og allt þetta. Ég og náttúruvínsflaskan við bara segjum sjáum síðan.